og fleiri mikið af því svart. Farið landið og fólk fór að halda að ég væri skemmtilegur. Því hann var að tala yfir drukknu fólki og það hló mikið. Og síðan hef ég bara verið að mati þjóðarinnar skemmtilegu maður. En hér Jóhannes sjálfur. Eftir Hermann og orginalinn eru komnir hér. Blessa. Kæra afmælisbarn, forseti Íslands, Katrín Jakobsdóttir og fyrrverandi forseti, hann nú hérna, forseti minn. Já, Guðni, það eru mikil tíðindi, Guðni 75 ára, ég held það sem varla rétt, því að hann var nú hérna, þegar gamli sáttmáli var samþykktur 1662, hann var á þjóðfundinum, var það ekki, nei, gamli sáttmáli 1262, þjóðfundurinn 1662 og Kópavogsfundur 1851. Kristni takan minnst á hana maður. Já, nei, ég vil freka minnast á það, þegar papar komu hérna, þá var Guðni í fjörunni og bjóð flesta velkomna. Eins og voru heiðnir þá, hann var heiðin ennþá. En ég ætla að flýta bara rosa hratt og svona, sko, alltaf Ísland, þegar Guðni þá Ísland, sko. Ég ferðaðist með hann, við vorum skemmta eitthvað 50 sinnum, fórum landið og Guðni stóð svona í sjoppum og talaði bæði við 3 ára krakkur og þig. Hvað gerir pabbi þinn? Hann á bát. Nú já, á hann Hinrik hérna, sem svo hélt þetta áfram. Og svo mætti hann gamalli konu, svona svipaður og þér. Við fórum inn í bensinstöð og þá segir konan, rosalega, Guðni, þú ert algjörlega einstakur. Við stóðum svona með metris millibili. Þá sagði kettlingin, þú ert alveg einstakur, Guðni minn. Það engin eins og þú. Þá svaraði hann á íslensku, fátt svo einna hluta að örvant sé að hitti ég í annars líkan og það líklegast að hér sé hann svo og bent á mig. Þessi konungurinn sagði við eina þverræðing á sínum tíma, en þetta kunni Guðni eins og allt annað. Og hann var að tala flís, peysunar hann Jón. Já. Guðni fór landið, talaði bændur þar í Örafum og sagði að hann væri besti landbónar á þess að hann var náttúrulega ekki verið síðan. Og hérna, hann reyndi, sagði bændum, ég lagt mig farið, gengið yfir 7 fjöll og 7 höf, allt til að fara hærra verð fyrir bændur, hærra verð fyrir kjötið, hærra verð fyrir smjörið. Þá kallaði kall fram í, hvað með ullina? Ert þú ekki flíspeysu? Leta bara heyra þess anskota strax. Og eins og kennari minn og forseti, hann var að setja í Alþingi, ég man ekki hvað ár, það var dálítið langt síðan, en það breytir engu, við erum ekki tímaflakki hérna, og þá var verið að tala menntun Íslendinga, hann var að setja í Alþingi og sagði að Íslendingar, hér norður í höfum, hefðu á löngum tíma fylgst með straumum og stefnum í bókmenntum, vísindum og eiginlega hverju sem var. Þegar fyrsti landlæknir kom hérna, 1760, Bjarni Pálsson, þá vissu Íslendingar að maðurinn var kominn á öpum og sneri sig síðan að össur í Skarphéðin sinn og sagði og sumir nýkomnir. Þetta var á þeim tíma sem þingmenn kunna halda ræður og þó þeir kunnaði náttúrulega ennþá daginn bara, vika síðan eitthvað skiptir ekki máli, þá var Inga Sæland alveg rosaleg með tárin í augunum að halda ræðu en stoppaði og ætlaði að hugsa en hætti við og hélt áfram að tala. Já,
Guðni náttúrulega segir sjálfur að hann hafi verið besti landbúnaðarráðherra, ég veit ekkert það. Í Evrópu. Í Evrópu þá, já. Og heldur því fram og leitað hvar vandinn stafaði bændum, svo var hann 8 ár, það gerðist ekki mikið. Svo kemur Bjarni Harðar augnablikan og Alþingi og segir: vandi bænda ærinn. Fann þetta strax. Þegar Guðni var ráðherra hafði hann vit á því, greindur maður, ég er búinn að komast að því, að hann fór til Englands að læra ensku. Þegar hann kom tilbaka þá var hann að ganga niður Bankastrætið, hábjargaðistímann, bændur í heyjum, ferðamenn að slugsam, kemur hann útlendingur og segir: Do you speak English? Yes, of course, do you? Og þá var Halldór Blöndal forseti Alþingis og hann fór líka í mánuð og lærði ansi mikið af því að hann, hvar sem getur maður hitt Íslending, hvar sem maður staddur og ég hitti mann í lopapeysu í Oxford Street og kastaði á hann þessari stöku: anytime and everywhere Icelanding má hitta í lopapeysin glapping hér like a tóuskitta. Það er nefnilega nauðsynlegt að kunna erlend tungumál og ég var fyrir löngu síðan þá Guðni var bara þingmaður, þá var ég niður í Alþingi, fekk gott kaffi hjá þingmönnum hérna, ég var búinn að vera svo mikið á pöllunum hérna kringum 76 eða eitthvað, hvenær var það, skiptir ekki máli, og hérna þá var Bush gamli í framboði og hann lofaði hverju, þeir hljótaði að muna þetta sem eitthvað var í hausninu á. Hann sagði: read my lips, no more taxes. Og ég skildi þetta, ég kunni ekkert, ég er ekki góður í ensku. Og Eggert Haukdal sat þarna og sagði: hvað þýðir þetta, read my lips, no more taxes, sagði við Eggert Haukdal. Þetta þýðir, lesi varir mínar ekki fleiri leigubíla. Svona fara menn að þess. Já, þegar Jón Kristjánsson var hérna áðan, þegar hann var heilbrigðisráðherra, þá, hann var ekki blaðrandi, svona hefur aldrei verið, bara verið ábyrgur svona í sínu. Það var unglæknar, þeir heimtuðu hærra kaup, ekki búin að læra, en samt heimtuðu kaup, þeir anskotar. Já, það líst Guðni ekki á. Og svo gaf Jón bara út allir að blaður þetta, Jón bara gaf út eina setningu, yfirlýsingu, hún var svona: ég sagði Jón, ég hef ákveðið að semja ekki við unglækna, heldur hinkar hangur dróttin gamli. Svona þetta Guðni, má ég stoppa núna? Nú það fjallarræðan. Já, ég má ekki taka of mikið, ég man eftir 95, ég verð að skjóta þig á milli. Nei, er það betra? Það er ekki betra að vera hér. Það er betra að vera hér? Nei. Hvað segir þið? Jæja, þið ráðið ekki ég. Og, já, ég ætla bara að segja það, hann kom vestur 95 eftir snjóaveturinn. Í júní, 17. júní, hérna ræð á Ísafirði, þá var ég bara barn. Hvað, góður Ísfirðingar, jörð kom alauð undan snjó í vor. Þetta stakk mig mjög. Ef Guðni var í stjórnarandstöðu 95, held ég, var 95 skiptir ekki máli, og hérna, það skildi sagt okkur það að hérna, leist Guðni ekkert á því, þetta Kratarnir hafi verið í stjórn, þá kemur hann með þessa ræðu, fjallaræðuna sem ég kalla. Ríkisstjórnin hefur runnið sitt skíðið á enda, ríkisstjórnin á að fara frá, fólkið flosnar upp, fer saman í hópum, rekur fram berar kjúkurnar í vonum brauð, klæðlítið sem á tímum Baldurs Hermannssonar paufast það áfram, sveit úr sveit,
nagandi girðingastaur á sér til viðvaris og svo kreppir að í fátæktaleysinu að bændur sjá það bjargráðeitt að kljúfa 2 staura í 1. Þetta eru mikli snillingar, kæru vinir. Vænst þykir mér, mér þykir vænt margar vísurnar. Og þá gleði sem að ríkti þegar menn gerðu gaman og fóru aldrei illa með mig eftirhermuna, enn mest eftir mér af öllum stjórnmálamönnum. Nú eru ráðherrar að ganga í salinn, komnir frá Bessastöðum, en ég segja ykkur 2 vísur áður. Jóhannes á Gunnarsstöðum, Steingrímur Jóð roðnaði þegar hann heyrði þetta. Allt sem vonum okkar brást, allt sem átti klaga, allt sem drottni yfirsást, ætla Guðni að laga. Og svo var það þegar séra Hjálmar, sem átti nú að vera hér í kvöld, fekk mig í dómkirkjuna eftir að hann var hættur á þingi og Steingrímur Jóð orti nú brottför hans á alþingi við áttum prest. Hvernig var það, Jón? Á alþingi við áttum prest, á honum var stólpagjaftur. Það sem gleður okkur mest þegar drottinn tók hann aftur. En eftir mína prédikun í dómkirkjunni þá kvað Hjálmar, það sem Guðni gerir best, gleður þjóðar múginn, en þar fór efni afbragðsprest algjörlega í súginn. Nú hagar dagskrá þannig, Lilja mætt með Magnúsin ættaðan og Öröfum, ég hef löngu fyrirgefið Flosa, vígaferlinn og sætt mig við Öræfinga enda allir framsóknarmenn. Lilja mín, Dögg Alfreðsdóttir, þú ert veislustjóri þessa kvölds og ég hef notið þess að þú varst fjarverandi. Annars hefði ég ekkert fengið að segja.